Velkomin á 21. þjóðarspegilinn. Sá fyrsta var haldinn 1994, þá undir nafninu Ráðstefna í félagsvísindum. Fyrstu árin var ráðstefnan á 2 til 4 ára fresti en árlega frá og með árinu 2003 og undir nafninu Þjóðarspegillinn frá árinu 2006. Þeir Friðrik H. Jónsson og Ingjaldur Hannibalsson sem báðir hvöddu okkur allt á stemma voru upphafsmenn Þjóðarspegilsins. Við erum þeim ævarandi þakklátt fyrir þeirra framlag. 20 sinnum höfum við átt samleið í tíma og rúmi, kynnt rannsóknar okkar, tekið þátt í líflegum, uppbyggilegum umræðum sem jafnan auka gildi þeirra rannsóknar sem við leggjum stund á. Ráðstefnan í senn mikilvægur hluti af þekkingaröflun, miðlun þekkingar og samtals við samfélagið innan og ekki síður utan veggja háskólanna. Að þessu sinni er ráðstefnan alfarið rafræn, í tíma en ekki rúmi. Í stað þess að við hittumst á göngum Odda, Lögbelgs og Gimli, þá hittumst við á rafrænum fundaherbergjum og vonandi á Zoom í lok ráðstefnunar. Breytt umgjörð dregur ekki úr mikilvægi Þjóðarspegilsins. Heimsfaraldur hefur sýnt enn betur fram á mikilvægi rannsókna á samfélaginu og miðlun þekkingar í glímunni við áskoranir samtímans og framtíðarinnar. Þess vegna var ákveðið að halda Þjóðarspegilinn en fresta honum ekki. Starfsfólk á félagsvísindastofnun og á félagsvísindasviði sá skipulag ráðstefnunnar og hefur unnið frábært starf. En ráðstefnan hefði samt aldrei orðið ef ekki væri fyrir þátttöku fyrirlesara, málstofustjóra og góðra gesta. Ég færi ykkur öllum kæra þakki fyrir framlagið. Sérstaklega vil ég þakka Hrafnhildi Snæfríðardóttur Gunnarsdóttur, Árna Braga Hjaltasyni, Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur, Huldu Proppe og Þórarni Hjálmarsyni fyrir glæsilegan undirbúning ráðstefnunar. Þegar ég líti við dagskrána framundan og öll þau áhugaverð erindi sem eru í boði koma orð Jóhanns G. Jóhannssonar í hugan því við getum beint sjón okkar af framtíð og möguleikum hér, hætt að harma fortíð sem liðin hvort þið er. Eigið góðar stundir.